Já, velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég. Í dag er 14. maí 2018. Nú er maður fann að setja dagastimpil eins og meistari Guðjón. En ég er núna stattur hér í Noregi, svona hálfa leiðin upp í Norður-Noreg. Er það ekki mið-Noregur cirka? Og er hérna að lifa svona gólem lífi. Maður vinnur vinnuna og kemur þreyttur heim og horfir á Netflix og gerir svo sem ekki mikið annað. En einn af stóru kostunum við kranadjópið, sem að ég hef alltaf fílað við kranadjópið, er að ég hef rosalega mikinn tíma til þess að hugsa alls konar og pæla. Það er bara indælt, sko. Og það er svolítið merkilegi tímar núna í gangi. Það er núna öllum ljóst að allar samsæriskenningar mínar eru 99% réttar. Hvort sem það er síonistan eða ráð 300 eða himnaska faðirreikningurinn eða eðli og framkvæmt falskra fána eða hvað þú vilt nefna, þá hef ég hitt cirka 99% mark. Greiningar mínar eru nokkuð réttar. Þótt að harmagræturnar, sem veit ekki einu sinni hvað orðið harmageddon þýðir, séu að reyna að segja eitthvað allt annað. Segja ég hef aldrei haft rétt fyrir mér. Þegar að sannleikurinn er sá að þeir hafa aldrei haft rétt fyrir sér og sita alltaf á skítatóllinu alla daga. Mörgu sinnum í mánuð eru þeir svo veikir í maganum að þeir þurfa að sita á drollunni. Ekki að ég ætla að fara að tala um þá. En það er eftirtektarvert hvað, sérstaklega maður er í svona stærri samfélögum eins og Svíþjóð og Noregi, þá er miklu meiri stéttaskipting. Það er nú eitt kosturinn við Íslanda, við skynjum ekki alveg, eða höfum ekki skynjað stéttir eins mikið og er hér úti. Og blekkingin og áróðurinn hér er miklu svæsnari. Það er alveg svakalegur áróður og hér er fólk tekið að lífi með fréttamiðlum, sko. Bæði andlega og jafnvel líkamlega. En núna held ég þeir hafi verið í dag að opna sendiráð Bandaríkjanna í Jerúsalem. Og Netanyahu kom einhvers staðar fram opinberlega og sagði að gyðingar hefðu, þess að Jerúsalem hefði verið höfuðborg gyðinga í 3000 ár. Það er algjörlega alrangt og þeir sem hafa lesið Biblíuna eða lesið einhverja sögubækur vita það stenst engan veginn. Gyðingar voru cirka 200 ár, 150-200 ár í Jerúsalem. Fyrir einhver 300 ár fyrir Krist og svo einhver ár, hvað var það, 90 fyrir Krist, eitthvað svoleiðis. Og þá voru þeir bara herteknir og dreift alls staðar sem þrælum. Og síðan hafa þeir aldrei verið, sko, ástæðan fyrir því, sko, það er alltaf eins og ég kenndi ykkur einu sinni í lögfræði, að þegar í skuldabréfarétti, þú fer með skuldabréf fyrir dóm, þá eru það einu varnirnar sem getur komið að í skuldabréfarétti er það sem stendur á skuldabréfinu sjálfu. Þú getur ekki borið við einhverja önnur atvik eða einhverja aðrar ástæður. Það er bara það sem stendur á bréfinu sem gildir. Og sama er með svona ósóma ríki eins og síonistan.
að þeir eru alltaf að vitna í einhverjar bækur og einhver trúarrit og sögurit sem eru skuldabréfin þeirra og það er einfaldlega hægt að benda bara á skuldabréfi á þeim og segja, heyrðu, það er formgalli á skuldabréfinu sem þýðir að þið eigið engar kröfur hér. Og þeir eru voðalega ósáttir við að þurfa að lifa undir þeim staðli sem að þeir sita öðrum og eru mjög ósáttir við það að þurfa að vera mældir eftir eigin mælistiku. En þar er síónistan óþverra þjóð og síónismin er óþverra trúarbrögð. Eins og satanismin er spegilmynd af síónismanum. En þegar að Sameinuðu þjóðirnar gáfu síónistum í Palestínu, þá var það af því að þeir voru ríkislaus þjóð eða ríkislaus hópur eða hvað þeir vilja kalla það. Og ef að þeir hafa verið í 3000 ár með höfuborg, þá er það svolítið skrítið að vera að gefa þeim land til þess að geta verið með höfuborga, því þú getur ekki haft þjóð ef þú átt ekki land og þú getur ekki haft höfuborg ef þú hefur ekki ríki eða land eða ríkisfang eða eitthvað. Þannig að það er alveg sama hvað kemur frá síónistum, það stenst aldrei neina skoðun og þeir eru bara lygarar andskotans út í eitt í orðsins fyllstu merkingu. Og ég horfði í gær á myndum þarna kettlingu sem var í málaferlum við hann David Irving, eða sem skrifaði bókina eða var svona orðkvöss við David Irving og hann stemdi henni. Og út af þessu helfarar dæmi öllu. Og það er náttúrulega, þetta var svona áróðursmynd, þannig ég tók hana nú ekki mjög alvarlega. En maður sá svolítið sko að hún, sko það fullt af góðu fólki sem að trúir alls konar vitleysu. Og í þessari vitleysu framkvæma þau skelfilega hluti. Og sko ef maður reynir að horfa bara blákalt tilfinningalaust á það dæmi allt saman, sem tekist náttúrulega síónistan, þá virðist það vera, þetta er svona ákveðin aðferðafræði til þess að réttlæta handrukkanir. Að það er svona sræm og eitthvað svona safn í Auschwitz og það eru einhverjar svona mikil söfn og mikil svona kúltúr í kringu það eða svona eitthvað svona vesen sko. Ég held að ef einhver lendi í svona miklum hremmingum þá myndi fólk ekki vilja halda því uppi sem safni. Og við sjáum það að þeir sem koma frá öðrum löndum, Bosníu eða þessum löndum sem hafa orðið fyrir stríðsklæpum NATO til dæmis, að það fólk er almennt ekki að setja upp söfn eða eitthvað svona sræms eða helgi að reyta eitthvað stríðsklæpina. Þannig að það skuldabréf stenst heldur enga skoðun. Og að handrukkanarnir sem hafa tengst þessu og allir þeir peningar hafa farið beint til síónistan. Það segir allt sem segja þarf og er svolítið svona follow the money. Og ég er stundum að hugsa upp svona einhverjar myndlíkingar. Og ég var að hugsa með síónistan og síónismann og þessa
þessa brennifórnar sögu að þetta er eins og morðingi sem hefur framið morð og ef ykkur segir við hann, heyrðu, þú ert morðingi, þá verður hann alltaf svo reiður, hann drepur viðkomandi og segir ég er engin morðingi, það er ekki satt. Og fyrsta morðið sem hann framdi var einmitt að ykkur ásakaði hann í gríni að hann væri morðingi og hann var svo reiður að hann drap viðkomandi. Þannig byrjaði hann að vera morðingi. Og hann sjálfur, þessi ógæfu einstaklingur, hann trúir því að hann sé ekki morðingi. Í hans huga þá er þetta bara, hann er að verja heiður sinn eða eitthvað. Eða fólk sem heldur að hann sé morðingi eru bara pöddur. Þannig að hann var ekki að drepa manneski, hann var bara að drepa flugu. Og það er í raun alveg sérstakt rannsóknarverkefni að rannsaka fyrirbæri eins og síónistan og síónisman. Hvað þetta er rosalega stór hópur virðist vera. Reyndar er hann sennilega ekki nógu stór. Þegar ég hef spáð því að síónistan og Sáti barbarar verði þurrkaðir út núna. Og það er sama með þennan morðingja einstakling að hann skilur ekki heldur af hverju er alltaf verið að henda honum alls þar út úr húsi. Hann bara skilur það ekki. Og það er nú alltaf að því að fólk vill ekki hafa svona óværu á heimilinu, þannig bara. Og sama á við síónismann og þetta og ákveðna atriði í gyðingatrúnni sem er reyndar í kristnitrúnni líka sem Gamla testamentið. En það er munurinn á þeim sem eru kristnir og þeir sem eru í Gamla testamentinu, þeir sem eru ennþá í Egyptalandi. Að Jesú hafnaði þessum barbarisma og þá var hann að hópur af farisum og fræðimönnum sem að fenga hann drepinn af málaliðum Rómaveldis. Og þannig að það er ekki von á góðu þegar að þessi stjórnkerfi eru orðin svona djöfulleg. Og það er ekki eins og þetta sé að gerast eitthvað í fyrsta skipti. Þetta er engar nýjar fréttir. Og flestir fullþroska einstaklingar ættu að hafa næga visku til þess að sjá í sögubókunum hvað það er sem að leiðir til ógæfu þjóðar eða stórs hóps af fólki. Og það eru alltaf þessir sömu atriði. Það er þrældómur í einhverju formi sem getur verið brutal force, þar sem að menn eru bara slegnir á bakið ef að þeir hlýða ekki. Og hitt getur verið svona pappirs þrældómur eins og við erum í. Og ef að þú ert ekki nóg að yðina þá er tekið að þér allt. Húsið þitt og bíllinn og börnin og konaðinn hatar þig út af því. Og ég talaði nú ekkert um það að útskýra það einhvern tímann af hverju ég kallaði hagsmunasamtökum heimilana helvítis hræsnara. Það bæði stendur fyrir HH. 3 dögum seinna breyttaði Facebook-grúpu sinni í rannsóknarskýrsla heimilana.
er ótrúlega hvað orð mín hafa mikil áhrif út um allt. Það er ekkert þannig meint, sko. Ég er ekkert að blása hérna til þess að sitja allt einhvern veginn á hvolf. En eða sérst helvítis hagsmunasamtök hræsnarana, ég kallaði á þetta einfallega af því að þeir sem eru í þessum bransa, eins og hagsmunasamtök heimilana, flokkur fólksins, sósíalista flokkur Íslands eða hvað heita allir. Þetta er allt saman fólk sem að er bara að hugsa sjálft sig. Ragnar hjá Verkamannafélagi Reykjavíkur eða Verslunarfélagi Reykjavíkur og Vilhjálmur upp á Akranesi og Görn Húsavík og allt þetta liði bara að hugsa sjálft raskat á sjálfum sér. Það er ekkert og það er bara svona voða reitt, sko. Það er voðalega reitt að fjölskylda sem að var með sem tók eitthvað svona húsnæðislán og lenti í hinu svokallaða hruni. Þeir þau töpuðu húsinu, það var boðið upp á 1 milljón. Svo var alls konar brambolt og þau náttúrulega unnið og borgað. Enduðu svo með því að vera mistu húsið á uppboðið á 1 milljón og skulduðu 30-40 milljónir eftir allt hafiríið. Og öll þessi samtök og verkalýðsfélög og allir þessir helvítis hræsnarar, þeir eru bara voðalega reiðir, voðalega sorry og þeir gera þetta voðalega leiðilegt, sko. En þeir eru ekkert að gera neitt. Og það sem er alltaf að gera er allt bara svona blekkingar og lygar og svik. Og þetta lið allt saman sem á að vera að berjast fyrir svona fólk sem lendir í svona mafíu, það er allt saman bara voðalega mikið að naglalakka sig og hræddur að það komi rispa á naglalakki, sko. Og þetta fólk, þið sjáu að það er allt saman voðalega sækið í svona fara í framboð, fá þægileg störf á Alþingi og svo sem fór nú fremst í að fara að breyta öllu innanfrá. Að hún sagði bara eftir 2 ár að verðbólgan væri bara fín, sko, eða verðtryggingin, þetta væri bara fínt, sko. Þannig að allt þetta fólk er ekkert að gera neitt fyrir þig eða fjölskyldur sem hafa lent í þessari mafíu sem að kallar sig valdstjórnun á Íslandi. Og þau ætla ekkert að gera. Þetta er bara svona deyfingar starfsemi. Það er bara verið að deyfa og dreifa hlutunum á, bara verið að kjafta í fólki meðan að verið að nauðga því, sko. Og það er eins og ég sagði þetta með skuldabréfið að það er svo mikilvægt að skilja, sko, hvernig svona ákveðin lögfræði vinnur. Og þess vegna er alltaf fólk er alveg heilað þvegið inn í konseptið bylting. Ástæðan fyrir því er að þá er fyrirfram bókað að þú muni tapa eða fólkið muni tapa. Og til dæmis ef ég myndi fara á Alþingi, því ég nú sennilega ekkert að fara á Alþingi því það er bara jafnlega og föður þar, sko. Sennilega þyrfti að kjósa mig að vera forseta. Og ef ég kosin forseti á Íslandi, þetta þarf að standast ákveðna formsatriði, skilur. Og þú ætla ekki að vísa því annars sem hefur verið gert áður, annars lendur í þessu svokallaða eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar. Og þá þarftu bara einfallega, ef ég er orðinn forseti og kannski komið með eitthvað svona, reyndar já, ég var búinn að segja ykkur það, ef ég er forseti þá myndi ég fara að taka lög úr gildi. Þetta er
Bandaríkjaforseti er búinn að gera núna. Þannig að það er fordæmi fyrir því. Það er helst alltaf fordæmi. Og fordæmi sem þú hefur til þess að hjálpa þessu fólki til dæmis, eða veita þessu fólki stríðskatabætur sem lentu í þessum málaleiðum mannskotans á Íslandi, sem hefur gert heilu fjölskyldunar eignarlausar, húsnæðislausar og allslausar. Það þarf að beita þeim vopnum sem eru til staðar í skuldabréfinu sjálfu. Ég myndi til dæmis sem forseti segja að vaxta ákvörðun, næsta vaxta ákvörðun, þar er tekin ákvörðun það að setja mínus 33% vexti. Það er sjálfsagt mál. Og þá segir fólki, já, það er eignaupptaka. Nei, þetta eru bara vextir. Það er ekki sem segir að vextir geta ekki verið í mínus. Það eru fordæmi fyrir því í Seðlabanka Evrópu og þeir settu vextina í mínus. Þannig að það er enginn sem getur sagt neitt við því. Það eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar býtur ekkert á því. Og þannig bara eyðast landsmanna mjög rætt. Og síðan myndi ég sjá til þess sem forseti að í verðbólgunefnd væri fólk sem að kynni til starfa og myndi bara velja vörur og dót sem hefði lækkað í verði. Allt sem hefði hækkað í verði yrði bara kastað út úr vísitölunni. Og þá segir elitan, já, þetta er alveg ólöglegt, þetta er brot á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Nei. Þetta er bara gert svona í dag. Þannig að brýtur ekki gegn einu. Það sem þið gera öðrum skulu þér sætt ykkur við aðri gjöru yður, sko. Þannig að þarna eru komin eins og greiðsluverkfallið. Greiðsluverkfallið hefur nú sannlega komið í veg fyrir allar þessar harmfarir á sínum tíma. En það var fólk sem vildi ekki brjóta neglunar sínar eða láta kvissast upp úr naglalækinu. Þannig að þarna ertu bara innan rammalagana og þetta er bara alveg löglegt, siðferðilegt og stenst meira sér eignar atkvæði stjórnarskrárinnar. Nú, síðan myndi ég setja sérstakann skatt á innheimtustarfsemi lögfræðinga. Ég myndi setja það þannig að ef að þeir senda allir eitthvað bréf sem er óviðeigandi til einhvers, segja, heyrðu, þú skuldar okkur svona mikinn pening og það er eitthvað mistök í tölvun eitthvað slíks, þá er bara 15 milljón króna sekt fyrir hvert einasta bréf. Og þetta er alveg löglegt. Þetta má gera bara meira sér bara með reglugerð. Og síðan er náttúrulega bara eðlilegt að setja sérstakann skatt á innheimtu laun. Svona cirka 99% skatt á það, innheimtu laun lögfræðinga. Og það er bara sjálfsagt mál. Ég með það má bara skattleggja eins og menn vilja virðist vera. Og síðan og athugið það annað, sko. Athugið annað. Að þessi lög er alltaf hægt að setja afturvirkt. Það brýtur ekki enga stjórnarskrá ekki neitt. Það er hefð fyrir því. Það hefur verið sett slík lög og dæmt eftir þeim. Afturvirk lög í vaxtamálum og verðtryggingamálum, þannig að þetta má gera allt saman afturvirkt. Og ef að menn er eitthvað ósáttir við það, þá fara þeir bara í pólitík til þess að breyta því, eins og er sagt við fólk. Nú, ef þú ert eitthvað ósátt við að fjölskyldur sem eru hörku, duglegt, vinnandi fjölskyldufólk geti tæknilega lent í því í þjóðinni að tapa öllu og sitja í skriljón milljón króna skuld og þá er og fólk er eitthvað ósátt við það, þá er bara sagt við það, farðu bara í pólitík og breyta þessu, þetta er bara lögin, getur ekkert verið að nöldra við þessu, sko.
Þannig að þú einfallega beitir þeim tólum sem að elítan sjálf hefur verið að beita, nema þú beitir þeim með omvendt. Og sjá til dæmis hérna nýju poppalistana, nýju húsþrælana í verslunarfélagi Reykjavíkur og Akranesi. Þeir eru að kvarta undan þessum leigufélögum. Bara að fara í greiðsluverkfall. Bara allir leigjendur hætta að greiða bara á morgun. Og fara þessu félög bara á hausinum leið. Og þá bara notaði lífeyrissjóðurinn þess að kaupa eignirnar ódýrt. Þá milljón kall stykkið. En þeir vilja ekki gera það. Af því að þeir eru svo hræddir að missa húsþræla stöðuna. Og ef þið hafi ekki hlustað á ræðuna Malcolm X akurþræla og húsþræla og meistara, þá veit ég ekki hvað þú ert að gera hér. Hvaða misskilningur er það? Þannig að sko þetta lið er að nota svona alls konar samtök og flokku fólksins og hvað þetta heitir allt saman til þess að komast af akrinum inn í húsi með meistaranum. Og fólk gjörsamlega samsamar sig með meistaranum en er samt sem áður þrælar. Malcolm X sagði einmitt að húsþrælarnir væru þannig að þeir, ef að meistarinn veiktist þá sögðu húsþrælinn eru við veikir meistari. Og ef við sjáum þetta er nefnilega alveg ótrúlega góð metafóra til þess að útskýra ástand, sko, mannlegt ástand. Að þið sjáum það, ef þið horfðu á þessar bíómyndir þá að það er einhver akur og þrælar að vinna og einhver húsþrælar sem að sjá það að berja akurþrælana áfram og sjá til þess að þeir myndi ekki einhverja fylkingar eða flýja ekki. Og og þetta er bara svona í einhverju rekstri, sko, og allir eru bara fastir einhvern veginn í þessu ástandi og meistarinn er bara einhvers staðar lengst í burtu, sko. Á meðan allt er að vaksa upp og meðan að meðan að verða að vinna erfiðisvinna, þá er meistarinn hvergi nærri. En síðan þegar kemur að því að uppskera, þá mætir meistarinn með hundana sína, sem er framkvæmdaveldið, sem sagt, málaliðarnir, löggan, það pakka allt saman. Þá mætir meistarinn með sína ofbeldisdeild og sér til þess að hann uppskeri. Þetta opinberaðist mjög skýrt fyrir mér í hruninu, svo kallaða hruni. Þá sástu alls konar fólk mæta upp á dekk á meðan var verið að hirða skriljónir af Íslendingum, uppskera aleigu og framtíð og lífsviðurværi almennra Íslendinga. Og ég fann að taka eftir þessu alltaf þegar það er eitthvað svona uppskeru tímar á Íslandi þá mætir allt þetta lið. Nú viljum við uppskera hátíð í svona smá uppskera í túrismanum. Þá er það allt sem mætir fullt af lið upp á dekk, bara þetta er allt saman ómögulegt, sko, það þarf bara að setja skatt á þetta og bara Airbnb er bara bannað og þá bara skattleggja það og láta okkur fá þá peninga, sko. Að þetta er í raun þetta þjóðarfyrirkomulag sem er þrælakerfi og því miður og elíturnar hafa í gegnum árþúsundin einhvern veginn
náðu að halda þessu gangandi. Og núna eru þeir að reyna að starta í heimsstyrjöld, allavega hérna á Vesturlöndum, eins mikið og hægt er. Það er gríðarlega mikið af fólki sem er að vakna. Virðist vera. Allavega á einhverjum svæðum er fólk svona aðeins að vakna til lífsins. Og ég tek eftir í það sem ég tala hérna á Frelsi TV, það fer yfirleitt í umræðuna 3 til 6 mánuði eftir að ég tala það hér. Og sem er alltaf bara gaman. Og sko þetta fólk allt saman, allt þetta elitupakk og stríðsklæpa lið, sjáum við að segja að Vinstri grænir eru núna bara stuðningsmenn stríðsklæpa, beint og óbeint, og tala bara eitthvað skilning, þeir bara skilja þetta. Já, ok. En þegar að fátæki maðurinn á götunni stal skinku, þá skildi valdstjórnin það ekki og sett hann í fangelsi. Þegar að Jón Reggviðsson var sakaður að hafa stólið snærisspotta, þá Danir skildi það ekkert. Það var bara sanngjarnt að hann skildi reyna að ná einhverju tilbaka með þessu ræningu. Þeir hafa bara skilninga á þessu, sko. Og eina sem hefur virkað á, sko, ef þú fer bara í söguna, ég er ekki að segja það, ég er bara að horfa á söguna, þá er það einhvern veginn það eina sem hefur virkað í þessu, er að fara að setja elituna upp í ljósastöra. Það virðist svínvirka. Maður fer að velta fyrir sér, sko, hvort að drekkingaheilur til dæmis hafi ekki verið svona fyrir konur, heldur hafi verið fyrir elituna. Er það möguleiki? Ég veit það ekki. Það er því að íslenskir víkingar hafa verið svolítið uppfinningasamir með alls konar svona vesen, sko. Og eins og þið sjá, ég er náttúrulega íslensku víkingur, alveg þrú en þrú. Nú erum við að komast hérna á 33. mínútu, þannig að ég líti að þurfa að segja eitthvað merkilegt núna. En ég hef óbúslega litla þolinmæði fyrir þessum spjátrungum sem er að blekkja fólk og ljúga þeim allan daginn í hagsmunasamtök Krasnaranna og í verkalýðsfélagi Vitleysinganna. Það er ekkert vit í því, sko. En við veitum ekki alveg hvað við talum aftur. Þetta er ekki live, þannig að það er ekkert feedback, sko. Þetta er bara drottningaviðtal við sjálf og mig. En annað sem ég tek eftir að unga fólkið er mjög illa heilaþvegið að í svona næstu blekkingar heimsmynd sem verður móður náttúra er orðin drottningin yfir öllum. Og það er allir nú komin umboðsmenn náttúrunnar sem að er að rukka náttúruskatta eða rukka þig fyrir að nota náttúruna þeirra. Og já, annað sem ég ætlaði að minnast á. Muniði barnaverndarmálin eftir að ég byrjaði að tala þau, sérstaklega í málinu hennar Kassíar, að nú er það kerfi bara hrunið. Muniði þegar ég byrjaði að tala hræsnarétt. Nú er hræsnarétt bara hrunið. Það tekur engin mark á dómstólum lengur í dag. Muniði þegar ég byrjaði að tala Alþingi, hvers konar dönsk hænsna hóruhús það væri. Það ber engin virðingu fyrir Alþingi lengur.
Þannig að þótt að ég hafi nú fjallað um nokkur mjög heit mál, þar sem fólk hefur bara farið út af minni Facebook með hurðaskellum á eftir sér. Og að þá hefur nú margt sem ég hef tekið á breyst mikið. Og það er alveg ótrúlega jákvætt hvað þetta hefur gerst friðsamlega. Og það er líka mjög jákvætt að unga fólki hlusta mikið á Frelsi TV. Það er reyndar á Frelsi TV, það er reyndar nota bene að ég er í miklu skuggabanni, mikill skuggabaldur á samfélagsmiðlunum. Þannig þið þurfum sannlega bara að dreifa vídeónum mínum með word of mouth eða setja á USB-drif. Hei, þetta er bara að hlusta á þetta maður. Og það er alltaf traffík á vídeónum mín. Fólk verðist vera að hlusta aftur í tímann og fræðast um þessi mál sem ég hef dregið upp úr djúpinu. Fremstur meðal Íslendinga í því. Þessu samserengadjúpi. Guðjón hefur verið duglegur að draga upp úr öðrum djúpum. Við erum ekki alveg svona fiska í sama pollinum, hann er aðeins í öðrum polli. En þó ég hef alltaf rétt fyrir mér sko. Nei, ég er bara að grínast. En allt gengur í bylgjum. Það er alltaf þegar þessi humanismi hefur varað í ákveðin tíma, þá reynur hann með harmkvælum. Og það er enginn sem drepur jafn mikið og þessi síóniski humanismi. Það er algjörlega dauðleg blanda. Og Jesús sagði, ég er, og Axel segir hver. Hver segir að ég þurfa að borga fyrir að anda frá mér? Eða láta bílinn minn anda frá sér? Hver segir það? Já, það eru Sameinuðu þjóðirnar. Já, ok. Og hvaðan fengu þeir umboð sitt? Já, þeir eru svona alheilagir kallar sko og konur sem eru með sérstakt vegabréf, þannig að það gildi engin lög um þetta fólk, það greiðir engum skatt og er svona hálfgerðar guðlegar verur í okkar samhengi. Og ég svara því einfaldlega, en ég er ekki í þessari kirkju, þannig að það kemur mér ekkert við hvað þið eruð að gera í ykkar trúarsöfni. Leitið upp eða farið á vefinn og sláið inn arkofhope.org. Þar sjáum við sáttmálsorg þessa trúfélags. Allt í lagi, þau mega trúa hverju sem við vilja. En þau geta ekki neitt mig til þess að taka þátt í þeim trúarathöfnum. Frekar en ég get neitt þau til þess að taka þátt í mínum. Ég meina, get ég neitt alltaf Íslendinga til þess að borga afnotagjöld af Frelsi TV? Akkur ekki? Og ef þú borgar mér ekki, má ég þá taka tölvuna þína? Og þá þegar ég segja þetta er svona, ég verð að núna taka að þér allt tölvudótið þitt. Og þá þú segir hver? Það er ég og almáttugur El. Axel. Þannig að þetta fólk er allt saman meira og minna sturlað. Það sér það ekki sjálft. Og því er best að forðast þetta pakk og þeirra völd.
sem að þau gefa sér sjálf. Og ef að þú minnist eitthvað á kosningar þá ertu nú ekki alveg í lagi. Þegar kosningaúrslit er ekki talin, þau eru lesin upp ákveðin löngu áður. Þetta sá ég einn mann segja nýlega á útlensku. Orðspor, orð mín fara víða. Held að það hefur verið hann hérna Ron Paul Institute hafi sett þetta. Atkvæði eru ekki talin, þau eru lesin upp, sagði hann. Þannig að boðskapur litla Axels frá Íslandi, litli víkingurinn, það er litla sprungan sem að ljósið kemur innum. Það er nefnilega ótrúlega lítið ljós til þess að trufla myrkrið. En allavega þá mæli ég með því að þið styrkið Frelsi TV og það sem ég er að gera. Og ýmsar leiðir til þess, það er að nota linka og upplýsingar hér fyrir neðan til þess að gefa mér himneska faðir tölur frá hinum himneska föður. Það er hægt að deila myndböndunum mínum, það er hægt að tala um mig og segja frá mér. Það er hægt að biðja fyrir mér, ekki vanþörf á því. Það er hægt að gera alls konar fíneri fyrir Frelsi TV. En ég er í verkefni, kranaverkefni, hvað er þetta, 8 vikur eitthvað, 2-3 mánuðir. Það er rosa gott að koma inn á sumrin og hafa svona smá uppgrip, fá pening. Og náttúrulega ef að ykkur er með einhver störf í boði fyrir kall eins og mig, þá er það svo sem opið. Og við ætlum reyndar að starta ákveðnum business í haust. Þess vegna ákveðið líka að fara hérna til þess að reyna að láta það fæðast með haustunum. Og það er aukin áhugi í Svíþjóð fyrir orkuhugmyndum mínum. Ég er með mjög góðar lausnir í ákveðnum nýja orkumiðlum. Ég hef náttúrulega sannað mig þar áður. Getið séð myndbandi mitt um það. Þjófarnir í háskólasamfélaginu. Og já, annað sem er hamingjan. Ég svolítið að velta fyrir mér, eins og ég var að tala um áðan, að fólk væri svo blind á ákveðna hluti. Eins og hún Lipstadt í Auschwitz-málunum og fleiri svona og elítan í sínu valdi og allt þetta. Ég farið að velta fyrir mér svolítið með sjálfan mig, hvar eru mínar blindur? Og þá er ég að velta fyrir mér, er ég hamingjusamur? Er ég ánægður? Og ég verið að skoða svolítið í samhengi, ég var óbúslega mikið einn sem barn. Sem betur fyrir gaf Guð mér það í vöggugjöf að ég hef alltaf verið mjög heilsuhraustur og sterkur. Þannig ég lenti svo sem ekkert inn einu einelti í skóla en eitt slíkt. Hins vegar lenti ég í því að fjölskylda mín lagði mig í alveg svæsið einelti. Og hlustaði mitt á viðtal hjá mér Sam Harris, lilla stubnum. Þar var hann að tala við gaur sem að skrifaði heiðursmorð.
og ég hef alltaf verið að leita svörum af hverju, og sérstaklega móðurætti minn sko, hún fór eiginlega verst með mig og föðurættin fór illa með mig á annan hátt en móðurætti, móður mín og bræður eða systkini hennar og hálfsystir, það er móður mín og Bjarni Axelsson og Hallgrímur Axelsson og hálfsystir hennar Halla Hallgrímsdóttir. Þetta fólk fór alveg rosalega illa með mig. Alltaf með bros og voður og alltaf svo, við elskum þið svo mikið, skilur en rýtingsförin í bakinn á mér mun aldrei gróa, ég þarf bara að lifa með þeim. Og ég var að hlusta á þennan gaur sem hefði skrifað um heiðursmorð. Þar sem að ef að einhver einstaklingur í fjölskyldunni veldur fjölskyldunni álitshnekkji, þá bregst fjölskyldan þannig við eða træpið að drepa viðkomandi. Og þetta er mjög svona, þetta er ákveðin staðreynd. Þetta er í mannlegu eðli. Að ef að einhver í fjölskyldunni veldur fjölskyldunni eitthvað svona hneyksli eða álitshnekkji, þá gengur þetta fólk svo langt að það drepur viðkomandi.